Ég vil byrja á því að nota tækifærið og óska Gekon til hamingju með þessa ráðstefnu. Í rauninni hefur Gekon verið svona mamman okkar sem höfum verið að vinna í þessum geira, klasageiranum, þannig að ég vil þakka það, Hákoni sérstaklega fyrir hans frumkvöðlega starf sem hefur verið afar þýðingarmikið í þeirri vinnu sem er hafin núna. Mér langar að fara með ykkur yfir sjávarklasann á þessum 15 mínútur sem ég hef. Mér langar til að segja ykkur það að sjávarklasinn hefur sett sér markmið sem er að auka verðmæti og efla skilning á mikilvægi haftengdrar starfsemi á Íslandi. Mér langar aðeins að segja ykkur líka frá því að í rauninni hefst þetta allt á því að í upphafi má segja þegar við erum að horfa yfir sviðið árið 2010 þá förum við í það að skoða hvernig umræðan í fjölmiðlum hefur verið og það var rétt áðan talað um gagnkvæma virðingu, atvinnulífs og stjórnvalda. Það er akkurat það sem hefur því miður vantað í tengslum við sjávarútveginn á okkar mati en það má breyta því. Umræðan eins og henni er lýst þarna á þessari mynd, hún á þessum árum í fjölmiðlum snerist aðallega að auðlindir væru að minnka, störfum fækkaði í greininni, byggðarlög væru að deyja, fiskurinn var blandaður með vatni, fyrningarleiðin var til skoðunar, kvótafrumvarpið en leið var alltaf ein og ein góð frétt marel. Þetta er það sem var sýnin á þennan geira, stóra og mikla geira og það er svo sérkennilegt að þessi geiri sem í rauninni uppgötum auðvitað hefur haldið uppi verðmætasköpun á Íslandi svo áratugum hundruðum skiptir jafnvel að hann hefur núna á síðustu áratugum ekki notið að mínu viti svona þess að menn skoðan í víðara samhengi. Það er akkurat það sem við vildum gera og við fengum árið 2010 og upphafið 2011 þessi fyrirtæki með okkur til þess að gera grunnrannsóknir. Því lauk núna í október með því að við gáum út kortlagningu sem er bara partur af eðlilegri upphafsvinnu við klasavinnu. Ljúkum henni í október og leið höfum verið að vinna mikið í því að skoða efnahagsleg umsvif sjávarklasans og núna í febrúar mun Íslandsbanki í samstarfi við íslenska sjávarklasan kynna efnahagslega úttekt á íslenska sjávarklasanum sem ég held að sé líklegin umfangsmesta athugun á sjávarklasa, efnahagslega athugun sem hefur verið í okkar heimshluta. Þar förum við mjög nákvæmlega ofan í það hvernig klasin hefur þróast, hver eru í raun efnahagsleg umsvif og áhrif þessa klasa á Íslandi. Mér langar til þess að sýna ykkur aðeins samt hvernig þetta hefst allt. Í rauninni hefst þetta á því í okkar rannsóknum þá fórum við að skoða bara hvar er miðpunkturinn. Eðli málsins samkvæmt er hann sjávarútvegurinn og það sem við sjáum síðan að gerist er að þegar við fengum upplýsingar fyrirtækin sem hafa verið að skipta við, hafa þjónað sjávarútveginum, þá sjáum við að það er mjög fjölbreytt þjónusta og við notum sömu hugtök og Hagstofan notar til þess að sjá í rauninni hversu viðamikið hver grein er í sjávarútvegi. Hversu mikið sjávarútvegurinn kaupir af þessum tilteknu greinum til þess að átta okkur á því hversu viðamikill hann er í íslensku efnahagslífi. Og þegar í ljósa hlutanum í kringum sjávarútveginn þá sjáum við þær greinar sem eru þýðingarmestar, hafa mest viðskipti við sjávarútveginn og svo koma hinar greinarnar í kring. Þetta er raunar partur af því að skoða klasa, ekki bara tilfinningarnar fyrir því hvar klasi er, heldur rauninni hvað er klasi, hvernig byggist hann efnahagslega upp. Það sem er hins vegar áhugavert líka, það sem gerist í góðum klasa síðan og er búið að gerast svo áratugum skiptir, er að það fyrirtækin fara að stunda eigin útflutning. Og þetta hefur gerst í stórum stíl í þessari grein, eitthvað sem við höfum ekki í rauninni kortlagt með neinum hætti. Þegar talað er umsvif sjávarútvegs, þá eru þessi eigin útflutningur þessara greina sem eru partur af grunnstoð sjávarklasans, ekki teknar með. Og við sjáum eigin útflutning í umbúðaiðnaði, flutningum, veiðarfæragerðinni, málmiðnaði, vélaleigu og víðar. Ég ætla að taka með ykkur dæmi af málmiðnaði sem við sjáum þarna neðarlega á myndinni. Það sem gerist með málmiðnaðina, hann er auðvitað í eigin útflutningi. Það sem gerist síðan og ég er sérlega gaman, það er auðvitað að fara að myndast í kringum þennan geira ný fyrirtæki. Og þau eru að verða fleiri og fleiri og til að mynda mjög athyglisvert að sjá það sem er bara að gerast í hrauninu hjá Marel. Í kringum Marel er að myndast lítill klasi af sérhæfðum fyrirtækjum sem eru ekki útflutningi sjálf en eru gríðarlega mikilvæg fyrirtæki fyrir útflutningsfyrirtæki og alþjóðlegt fyrirtæki eins og Marel.
Þetta partur af okkar skoðun og við lítum svo á að núna í febrúar þegar þessi skýrsla verður kynnt í okkur, þá séum við búin að leggja grunn að bæði efnahagslegum og svona þessari kortlækningu, almennu kortlækningu sem fer yfir sögu klasans og þróunina, þá séum við búnir að vinna þessa forvinnu sem þurfti að vinna. Og við segjum leið, tækifærin eru miklu meira heldur en við verða að tala hingað til. Og þessi svarta lína sem ég sýni ykkur, hún þessi dæmigerða lína sem alltaf sýnd í fjölmiðlum. Og það endalaust verið að tala hana. Það bara farið í Hagstofuna, fundið út hversu margir starfa í fiskvinnslu og veiðum og þeim fer fækkandi. Það þýðir það að við segjum þetta deyjandi grein. Á móti kemur, við erum að leggja á það áherslu að við erum að horfa á alla greinin og horfa á þau tækifæri sem kunna að vera í greininni umfram þessa hefðbundnu starfsemi. Og það það sem ég langar að segja ykkur í dag. Ég var á ráðstefnu á Írlandi, kom þar Íslendingur til þess að heyra menn tala það sem kallaðist marine clusters og óskaplega spenntur. Eftir fyrsta daginn þá uppgötvaði ég, það hefði enginn nefnt fisk á nafn. Og það sem svo athyglisvert í mörgum löndum að í raunin það einhver skömm að því að nefna fisk. Það svona Europe's embarrassment. Það búið að klúðra svo stórkostlega tækifærum í sjávarútvegi í mörgum löndum að það enginn sem tala það. Það var talað allt annað í glösum, í sjávartengdum málum en fiski. Það sem við viljum segja í okkar klasa að þetta okkar stolt. Þetta það sem við gerum vel og við höfum mörg dæmi af því. Við langar til að segja ykkur, við erum búin að skoða þetta í tölum sem að Matís hefur unnið og Nordic Innovation. Evrópski þorskurinn, ef ég má kalla hann svo, það að fást fyrir hann í kringum 1700 kall, fyrir svona 5–6 kílóa þorsk. Það mjög lítið nýtt af þorski vísu þar heiminn. Í flestum löndum þetta flökin, lifur, hausinn ekki hirtur og svo framvegis. Ef við förum til Íslands, þá íslenski þorskurinn nýttur með miklu meira afgerandi hætti. Og þetta held ég sé dæmigerður klasi. Þess vegna finnst mér dálítið, það dálítið kjánalegt af okkur kannski að segja við séum að stofna íslenska sjávarklasann. Hann hefur verið gríðarlega öflugur í mjög mörg ár. Það sem við erum að gera bara kortleggja þetta merkilega samstarf sem hefur verið árabil en leið benda á það séu ný tækifæri að verða til sem að þurfa að nýta. Við höfum sýnt fram á það þessum athugunum sem hafa verið gerðar að við erum að fá 2200 fyrir hann. Við fáum að meðaltali 1 til 2 evrum meira fyrir kílóða þorski heldur en önnur lönd. Og það bæði vegna þess að við fullvinnum að meira og vegna þess að við erum til að mynda skera hann betur. Hér til dæmis í salnum Jói í 3X sem partur af því að við erum líklega að skera og vinna fiskinn 15–20% betur, fá stærri flök út úr fiskunum vegna þess að það eru bara tæknimenn búin að vera í þessum árabil í menningu sem hefur þrifist á því að gera betur. Þetta þorskurinn sem langar að sýna ykkur núna. Og það þessi mikli poki minn hér. Ég langar bara að segja ykkur frá því sem svolítið merkilegt að sjávarleður á Sauðárkróki með þetta leður hér. Þetta til að mynda notað í skógerð í Frakklandi og víðar, í París og hér fá menn 700 krónur fyrir þessa vinnslu hér. Annað fyrirtæki sem hefur ekki mikla athygli á mér, ég held að sé hluta af því sem við þurfum að fara að skoða í framtíðinni, það ensímtækni sem stofnað af Jóni Braga, Bjarnasyni, stórmerkilegt fyrirtæki. Þetta fyrirtæki að þróa vörur sem getur ef við vildum, eða heldur áfram, þá erum við að tala að þetta eina fyrirtæki geti slagað í að vera að selja fyrir hvern þorsk bara í þessu snyrtivörum fyrir konur, snyrtivörum sem vinna ensím úr innyflum þorsksins, svipa verð og fyrir flökin. Og ég ekki búinn, ennþá eitt allra skemmtilegasta dæmi finnst mér plásturinn frá Keresis. Þetta finnst mér alveg brilljant vinna. Hér fyrirtæki sem bæði á Vestfjörðum og í Reykjavík. Þetta fyrirtæki að keppa við aðila sem komnir á markað og þetta fyrirtæki með plástra sem sérstaklega góðir fyrir fólk sem á við vandamál og stríða, það grær ekki eðlilega og þess svona plástra geta komið í veg fyrir aflimun. En það sem áhugavert við mér með hagfræðing að svona plástur í stærðinni 3x7 cm seldur á $120 á markaði. Ég ekki lengi að komast upp fyrir þetta verð sem við þekkjum þetta. Svo langar mig að segja ykkur að sem ánægði mig líka í þessum markaði okkar hér heimar að hér að verða meiri hönnun. Grímur þú þetta aðeins, ég hrifinn nefnilega þinni hönnun en ég held í rauninni við þurfum að ræða saman að það margt að gerast í þessum bransa okkar hér líka
sem þýðir að við erum konum með mjög smarta hönnun í lifur og patei og öðru slíku, sem þýðir að við erum að ná auðvitað sterkari markaðssetningu. Það þarf að vinna samt meira í því á þessum markaði. Áhugavert líka finnst mér auðvitað okkar eitt besta fyrirtæki, Lýsi að sjálfsögðu, en það sem er skemmtilegt í því er að við förum að skoða nánar það sem er að gerast í heiminum, er að Omega er að verða lífsiðilskylt. Og þá förum við ekki lengur að tala um að Lýsið okkar sé að seljast á kannski 200 kall, 300 kall, einhver 100 grömm, heldur getur verið að tala í þúsundum króna. Og hér er til dæmis fyrir hjartasjúklinga, hér erum við með uppdropa fyrir Omega. Ég er dálítið eins og sölumann, ég kann bara vel við það samt. Aðalatriðið er það gríðarlegt tækifæri í þessu. Og það sem við erum að segja í rauninni er að við eigum að geta sett okkur það að verða ekki að tala um 2000 kall fyrir þorskjun okkar, heldur 4000 kall. Og margfaldiði það síðan með 30 milljónum þorska. Þarna liggja tækifæri. Það er samt mikið til að segja við ykkur, við erum þegar að ná það góðum árangri í þessu, að við erum, þó að sé erfitt að segja það núna, við erum líklega bestir í heimi í því að fullvinna þessar afurðir okkar, en það segir að við erum að geta gert ennþá betur. Og það er akkúrat það sem klasinn gengur út á. Það er að ná enn meiri árangri með það sem við gerum vel, það sem er menning fyrir því. En það verður auðvitað því að það ríkir svona stolt líka á stjórnarheimilinu, gagnvart þessari grein, skilningur á mikilvægi þess að hún búi við stöðugleika og fleira í þá veruna. Íslenski sjávarklassinn er akkúrat að vinna í því núna að reyna að fá enn meiri drifkraft í það starf sem þegar hefur verið unnið á vettvangi sjávarklassans árabil. Og við vinnum það þannig að við tökum hverja grein fyrir sig, tæknibúnaðinn fyrir vinnslu og veiðar sem er að velta einhverjum 20 milljörðum á ári. Við tökum flutning á hafnarstarfsemi sem er reyndar að velta líklega einhverjum 200 milljörðum á ári. Við tökum sjávarútveginn með aðra 200 milljarða, líftæknin mun minni grein og erum að fá menn til þess að starfa saman fyrst í þeim hópum. Þetta er of viðamikið til þess að við skellum þessu öllu saman. Þetta er eins og að velja það sem við myndum kalla low hanging fruit. Við ætlum að finna tækifærin fyrir okkur til þess að byrja með sem menn sjá strax. Svo komum við þvert á með rannsóknir, fjármál og eftirlit, svo dæmi sé tekið. Mér langar að setja í örstuttu máli, þá er vinnan okkar þessi, forathugunin er lokið, teymisvinnan er hafin, hún mun standa yfir hún alveg fram á vorið og ég mun segja ykkur betur af því, svo tekur við bara stefnumörkun og framkvæmda áætlun til ársloka 2013. Ef ég tek aðeins dæmi af því hvernig við vinnum, þá við tökum flutninga og hafnastarfsemi sérstaklega, aftur er þetta einn af lykilpörtum þessa klasa. Þá erum við hér með þessi fyrirtæki sem þegar hafa nær öll ákveðið að vera með í þessu starfi. Þau eru farin að hittast og ræða saman stefnumörkun sína. Þarna eru menn aftur að hitta sem hafa aldrei í rauninni tala saman stefnumörkun, þó allir sinni lógistefka af einhverju tagi. Og það er það sem er svo gaman í klasastarfi. Markmiðin eru þegar komin eða svona áherslurnar í þessum hópi, menntun, lagaumhverfi í Íslandi í víðara samhengi í tengslum við norðlægar slóðir, samstarf á víðari grunn en áður, bara til að gefa ykkur sýnishorn af því. Næsta hóp sem ég ætla að nefna ykkur tæknibúnaðinn. Þetta er minn uppáhaldshópur. Hér eru bara fyrirtæki á þessari mynd sem eru eða hafa stundað útflutning á vöru undir eigin vörumerki í tengslum við sjávarútveg og fiskvinnslu. Þetta er einn best faldi hópur fyrirtæki í landinu. Það er enginn sýnt honum sérstakan áhuga, hann hefur ekki verið í réttum flokki einhvern veginn finnst manni stundum. Það er fínn að vera í einhverjum öðrum greinum, að vera tengdur sjávarútvegi hefur ekki þótt óskaplega fínt, en þarna hafa menn verið að gera feikilega góða hluti. Það er hins vegar alveg ljóst í þessum gera, hér tala menn of lítið saman. Og við viljum vinna þetta núna, erum að ræða við Íslandsstofu líka, það fara í sameiginlegt markaðsverkefni með þessum fyrirtækjum og það er áhugi fyrir því á þessum fyrirtækjum, þannig að við höfum eftir að sjá án efa hlutina hreyfast hraðar. Svo ítrekkaði ykkur, hér er vöxtur 2011 líklega kringum 10–15%. Það er mjög mikið tækifæri í þessu. Áherslurnar sem að þegar hafi komið fram er efling markaðsstarfs, sameina markhópa, sameina innkaup og fjármögnun. Langar að segja ykkur aðeins á rannsóknum og menntun. Hér gerðist það núna sem ég feikil ánægði með að Íslandsbanki ákvað að styrkja þetta verkefni, sérstaklega þessi fyrirtæki, þessar stofnanir sem hér eru, til þess að fara á fullt í samstarf menntun í tengslu við sjávarklassan. Og hér höfum við gríðarlegt tækifæri. Það hefur fækkað stórlega þeim sem hafa sinnt þessu máli, þeim sem hafa sinnt í áhuga að fara í menntun á þessu sviði. Það er augljóst vegna þeirrar neikvæðu umræðu sem hefur
hefur dunið yfir, en þessir skólar eru nær allir að hittast hjá okkur í byrjun febrúar og ætla að leggja upp með stefnumörkun, framkvæmdaáætlun og markaðsátak sem vonandi skilar því að þeir muni setja sér markmið fjölgun 20–30% fólks sem fer inn í þessar greinar á öllum stigum á næstu 2 árum. Áherslurnar efling tengsla, vinna heildstæða stefnu og kynna námsgreinar. Svo ég fari hratt yfir sögu. Sjávarútvegurinn er þetta þýðingamesta kúlan í þessu og hana erum við að vinna núna að fá menn til þess að setjast niður með okkur og það er áhugi fyrir því og þau fyrirtæki sem við þegar verið að skoða kom úr þessum greinum hér. Efst munið þið sjá svona lykil fyrirtæki í sjávarútveginum sem við erum að ræða við að koma þessari vinnu. Síðan erum við með restina sem eru svona fullvinnslu fyrirtækin. Það er bónusbókin minn hér. Það eru fyrirtæki sem við viljum tengja ennþá betur við sjávarútveginn og það er að takast að því að ég tel. Við erum allt frá Green Keresi sem ég nefndi ykkur áðan, Primex til að mynda sem er stærsta líftæknifyrirtækið á landinu með mjög skemmtilega framleiðslu. Þannig að þetta er stórverkefnið okkar í rauninni fyrir árið 2011 að koma þessum hópum saman. Annað verkefni sem við erum að vinna í núna og er eiginlega komið lengra en við héldum er að við erum að opna hús á Grandagarði, byrjum 800 fermetra húsnæði og erum Faxaflóahafnir eiga það húsnæði og leigi okkur að endurgera það húsnæði og við erum búin að fylla það nú þegar sem við áttum ekkert von á en við reiknum með að fara að stækka það og þessi fyrirtæki eru komið þangað inn og það gefst tækifæri þarna til þess að styrkja mjög þennan hóp og þessa hugmyndafræði sem eru þetta svo að menn tali saman. Ég er sannfærður að kaffistofan á mótnari getur haft gríðarlega mikil áhrif. Þessi fyrirtæki eru staðsett núna með fullri vinningur í Síðumúla, í Kópavogi, í Fossvogi og víðar. Þarna gefst mönnum tækifæri til þess að vinna með öðrum hætti að klasauppbyggingunni. Og hér höfum við tækifæri til þess að stækka einhverja 2000 fermetri viðbót og ég er að vonast þess að Faxaflóahafnir sem hafa haft mjög mikla forystu í þessu máli, þessi hugmyndin er okkar en forystan er Faxaflóahafna, að það leiði til þess að þeir drífi nú í því. Þetta vildi ég segja ykkur, ítreka við ykkur að ég hef endilega viljað heyra bara í fólki sem eru áhugað fyrir þessum klasa okkar, þið getið farið inn á vefinn okkar, en fyrst og fremst er meginmarkmið okkar með þessum klasa að ná þessu samstarfi og leið auka vitund og skilning fólks á þeim tækifærum sem felast í þessari grein sem oft hefur notið minni hilli en ella í landinu. Takk.